Komið þið sæl og blessuð og velkomin í beint streymi frá Borgarleikhúsinu. Við erum stödd hérna á stóra sviði Borgarleikhússins. Járntjaldið hérna niðri og við ætlum að spjalla hérna í dag við Sólbjörtu Sigurðardóttur og Valgerði Rúnarsdóttur, dansara. Og við ætlum að fara yfir hérna svona dans- og hreyfiferlið sem fór í gegnum vinnuna í Ríkari þriðja sem verður einmitt streymt á sunnudagskvöldið næstkomandi. Og ef að þið viljið koma með einhverjar spurningar eða komment á þetta, þá er þetta að fara inn á YouTube-rás Borgarleikhússins og við reynum að pikka upp spurningar og svara eftir bestu getu. Komið þið sælar, gaman að sjá ykkur. Hæ, sömuleiðis. Hvað séð þið gott? Bara rosa gott með við aðstæður. Já, maður reynir að hafa einhvern veginn ofan af fyrir sér. Já, það er eina sem hægt er að gera í á svona tímum. Já. En hérna, við vorum öll sem sagt að vinna í Ríkari þriðja hérna í fyrra og þar var stór hluti af vinnunni annars vegar að búa til eitthvað svona sjónrænt hreyfimynstur fyrir sýninguna af því að það var svona snemma ljóst að hérna í þessum Shakespeare veruleika að þá þarf einhvern veginn að lyfta aðeins upp svona orkunni á sviðinu aðeins yfir því hversdagslega því að þetta gerist í svo svona stórum kringumstæðum að það er einhvern veginn svona hversdagsleg labba niður Laugaveginn orka, einhvern veginn verður rosa óspennandi. Og þá varst þú fengin inn, Vala, sem danshöfundur í Ríkari þriðja og Sólbjört, þú kemur inn sem dansari og leikari til þess að leika og dansa Elísabetu yngri. Já. Hvað segir þið? Hvernig var svona, kannski Vala, bara byrja að tala hvernig var að svona koma inn í svona klassískt textabaserað stykki sem danshöfundur? Það var mjög skemmtilegt og góð áskorun af því að þetta er náttúrulega svona, þetta er mikill texti og kannski, þú veist, það er ekkert skrifað inn í leikritið og hér á að koma dans eða þetta er náttúrulega, og þetta er ekki einhver númer eins og í söngleik. Þetta er bara textaverk og mjög mikill og þungur texti og þú veist, þú þarft að hafa þig allan við að bara hlusta á hann. Þannig að það er svona, það er áskorun en það var náttúrulega ekkert mál, góð áskorun og þetta gekk rosa vel og ógeðslega gaman að vinna bæði með Sólbjörtu og líka bara öllum hópnum af því að þú veist, við vorum öll að vinna á þessu leveli sem að við það sem við vorum að gera var að finna þennan skáldlega, þú veist, þetta var svona skáldlegu veruleiki sem er einmitt eins og þú komst inn á áðan með að, þú veist, það talar enginn svona eins og er í Shakespeare í dag og það er enginn að tala svona brútal hluti eða þú veist, þetta er svo langt frá okkur í okkar veruleika hvað við vorum að gera þarna á sviðinu þannig að þú veist, það er alveg rými fyrir líka að brjótast út í einhvern svona abstrakt dans sem við vorum að gera eins og með Sólbjörtu og öllum leikurunum og þarna það er svona að þykkja senurnar með því að við unnum sko með öllum hópnum mjög mikið í mörgum senum og bara svona í gegnum allt ferlið þá vorum við að vinna fysiskt sem að kannski ekki endilega allt rataði í sýninguna og ég held að það hafi, þar sem þú ert að tala með þetta þykkja, það gaf eflaust vonandi sýningunni eitthvað annað lag að við höfum gert þessa vinnu í gegnum ferlið og náttúrulega vissulega gaf, þú veist, þínum karakter Ríkarði, þú veist, sem er mjög fysikal í verkinu og við vorum að vinna með Sólbjörtu mjög mikið með af því að elementið hennar í verkinu er svona svolítið nútíminn og það sem að Brynhildur var svolítið svona leikstjóri vildi svona svolítið setja konurnar fram í þessu verki og styrkja konuna í verkinu og Sólbjartar karakter sem er að presentera framtíðina og nútíðina þá vorum við að
skoða alls konar bara tónlistavídeó og hreyfingar í þeim og svona sterka karaktera í tónlistavídeóm eins og Beyoncé og MIA, allt þetta svona Hún kemur líka inn í þetta, það ekki sem, ekki bara svona svolítið utanaðkomandi element, heldur líka sem svolítið nýir tímar og ný kynslóð inn í þetta svona þessa gömlu valda súpu. Og þannig vorum við svona að reyna að koma með eitthvað þannig spjót með hennar hreyfingum sem var kannski þetta svona ferska, nýja element. En það er náttúrulega ótrúlega mikilvæg persóna fyrir söguna því það er alltaf verið að tala um hana. Og hún er vanalega ekki í leikgerðinni, Elísabet Yngri, en þarna var hún, Elísabet Yngri var þarna höfð með og er alltaf svona að fylgjast með hvað er að gerast í heiminum og hvað hann er að verða ógeðslegur. Hvað segirðu? Eins og þú varst líka að segja þegar þú fyrst last handritið, það er ekkert rosalega mikið af Elísabetu kannski Yngri í. Nei. Hún er ekki með marga línur en hún er samt svona afl sem að skríður áfram allan tíman. Algjörlega og sagði miklu meira heldur en bara þessar línur. Bara með því að vera líkamleg og vera með óhversdagslegar hreyfingar og vera þetta svona skrýtna afl, öðruvísi en allir hinir. Mér fannst það bara, persónulega fannst mér að rosalega gefa sýningunni rosa mikið að því að eins og þú segir, hún er ekki hún er ekki Hún er ekki í takti við hennan heim. Hún er ekki í takti við hennan heim, en hún er líka sko að því hún er ekki með hennar setningar í upphaflega leikritinu, þú veist, en hún er alltaf, það er alltaf að tala um hana og hún er einhvern veginn alltaf þarna og hún representar, þú veist, annan heim, hún representar aðra tíma, hún representar einhverja mögulega von, af því að hún er manneskjan sem kemur til með að þú veist, erfa einhvern veginn konungsríkið eftir að allir þessi gömlu kallar sem eru búin að drepa og djöflast allan tíma eru dauðir og farnir, sko. Þannig hún situr í súpunni eftir að ríkarar eru búin að drepa og rústa öllu þannig í kringu sig. Og þá finnst mér svo rosalega skemmtilegt að hafa fengið sko þetta ólíka element inn í þennan karakter, af því að þú veist, það er bara kjarni karaktersins að skera sig úr hópnum og þá er rosalega gaman að þú veist, af því að fyrir leikara að þá fær maður eitthvað svona glugga inn í eitthvað sviðstungumál sem að mér er alls ekki tamt, skilur, sem er bara eitthvað tungumál dansarans. Og það finnst mér stækka rosa mikið bara sýninguna og alla möguleika, þú veist, allt í einu verður bara eitthvað neginn átt að með sjá því að þú ert að gera þetta og maður bara, já, einmitt, það er alveg hægt að, þú veist, ég þarf ekki bara eitthvað að standa kjur hérna allir tímar að tala bara og horfa beint í lofti, eða þú veist, það er þetta svona... Já, leikarinn er vanur að vinna á einhvern hátt, dansarinn vinnur á aðeins öðruvísi hátt og þegar þessi tvö öfl koma saman í svona klassískri sýningu, þá er þetta gaman að sjá hvað gerist og hvernig það blandast saman og hvað það gefur manni, þú veist, eins og bara þér og líka hvað það gefur dansaranum. Já, algjörlega. Og ég held að sko, þú veist, eins og það að hafa, þú veist, hafa hana svona viðvarandi eins og þú varst í sýningunni, sko, að hún er alltaf einhvers staðar áleika. Hún er vitni að öllu þessum glæpum og öllum hamaganginum. Það líka ýtir svo undir, sko, hvað er í húfi, finnst mér. Já. Af því að það er einhvern veginn, þú veist, það er alltaf, þú veist, æskan er svo sem mun einhvern veginn erfa syndir forfeðra sinna, sko. Og já, og svo held ég líka sé bara rosalega gott að hafa einhvern kontrapunkt við allan þennan rosalega mikla texta. Já. Og líka bara einmitt eins og við hefum kannski búin að koma inn á með þetta að bara fyrir áhorfanda stundum eru þó að náttúrulega vissulega í þessu verki þá þarf þessi texti að komast til skila en stundum þá er hægt að segja ansi margt án orða sem að gerist með dansinum. Ég held að það hafi tekist mjög vel til að koma því sjónrænt til skila. Já. Með
þessum karakter allavega, Já. þá er svona, já, hvert vorum við að fara með þetta? Nei, það var bara, við vissum öll í upphafi ferlisins að það væri ótrúlega mikilvægt að þetta yrði ekki síst sko mjög sjónrænt verk Já, og myndlistin var einmitt. mjög svona áberandi Já, Það er í náttúrulega bara- innan hérna, alls textans. Jaha. Náttúrulega líka bara Það æ, er svo mikill texti Já, að já. hérna, myndlistin var svo áberandi. ég held að það Já, sem líka algjörlega. leikstjórinn Brynhildur er með mjög næmt og flott auga fyrir myndlistinni í verkunum sínum og hérna vill mjög mikið skapa þessar myndir, maður sér það alveg, þú veist, eins og með þessu verki og það var rosa gaman að vinna þá vinnu með henni að hérna fá að hérna vinna þessar myndir og þessi hreyfing á sviðinu þó að sé ekki sko augljós dans eða já, ég veit ekki alveg hvernig, Það skapar ég er ekki svona að gera ákveðna lítið úr stemningu hreyfingunni en já. hérna já, þetta er ákveðin kóreografía að skapa myndir, þetta er bara svona lifandi myndlist Já. í raun og veru. Ég man til dæmis eitthvað tíman þegar við vorum að fara í gegnum einhver svona æfingar með þér bara upp á æfingarsal sko, þegar við vorum að svona að bara leita að því sko hvernig væri hægt að þú veist hreyfa sig og gera inn í þessu sem væri ekki bara hversdagslegt sko. Einmitt. Eins og hérna í atriðinu þegar öll hirðin kemur inn með hérna með kónginum og allir svona viðhlægjendur konungs og allir svona jámenn og hérna svona fylgifiskar konungsins koma inn, þú veist, að þegar við áttum okkur á því sko að þú veist að þarna væri hægt að segja sögu á bara mjög konsentreraðum stuttum tíma sem að þyrfti kannski margar blaðsíður í að segja, sem er bara einhvern veginn eitthvað attitút í líkama og hreyfimynstur sem er alls ekki náttúrulegt en hérna í leikhúsinu og í myndarænunni og í saminginu næra einhvern veginn að koma yfir bara já ok, hér er bara heil hirð full af fólki sem sko er bara búið að gjörsamlega hérna gefa sig á vald einhvers konar hérna þú veist vald þessa svona skrútspillta kerfis sem er við lýði, skilju. Það er allir einhvern veginn byrjaðir að fylgja hérna einhvern veginn bara kóngnum og hvað stemmingu hann er í og leika eitthvað skrítið leikrit fyrir hann og Þannig að vera svona líkamlega meðvirkni. einhvern veginn. já, einmitt. Og þú veist, og Af það því er maður bara líka, þú veist, Við að líkamna bara, það lesa allir í hérna, hvað heitir það, líkamstjáningu. já, já, algjörlega. Og ef maður er í einhverjum aðstæðum þar sem einhver er, þú veist, stressaður eða svona, Já, þú veist, þá svona, maður klokkar það um leið, sko. já, maður klokkar það um leið og maður fer jafnvel að spila með því. Já, Eða svona já, það smitast, líkamstjáning smitast. já, einmitt. Og þá er svo einmitt ótrúlega viðeigandi að hafa hana skýra á sviði og Já. hafa hana ykta og Já, einmitt. já, í Og það er þessum í- ykta texta. Já, já, ég meina, þetta er allt Það- mjög... Já, einmitt þessu yktar situasjónur í þessu verki að það er alveg rými fyrir svona ykta líkamsbeitingu einhvern veginn já, og að fara aðeins lengra heldur en maður myndi gera svona í dagstaglegu. Þegar hann Hafsteinn Snær spyr hérna, var þessi dans í sýningunni eitthvað tengt hatararhreyfingunum? Og svo segir hann þetta var mjög listræn og flott sýning. já, ég ger það fyrir þessi beint til mín. Ég væntanlega. Já. Ég held allavega að ég hafi ekki verið í hatara. Nei, við erum alltaf búin að skapa ákveðið svona hreyfi tungumál í Hatara Já, já. og ég held að sé orðið svona óumflýjanlegur partur af bara mínu dans og hreyfi tungumáli. Já, já. Þannig að ég held að ekki spurning það hafi haft áhrif á hreyfingarnar, sko. Já, einmitt. Já, því að þetta er kannski líka svolítið svipuð hugmynd, sko, dansarinn í Hatara og hérna hreyfingar Elísabetar yngri. Hvernig þá? Bara svona sterk kona sem að er svolítið bara að gefa puttan út í samfélagið Já, einmitt. og leyfir sér að vera með svona augrandi hreyfingar sem eru kannski ekki svona Já, einmitt. venjulegar hreyfingar. Einmitt. Já, Áhugavert. bæði kvenlegar og hérna róbotískar.
Já, Já. einmitt. Og það líka kannski kemur inn á að svona okkar samvinna er líka svolítið þannig að eins og ég var að segja áðan að við vorum að skoða svona öll þessi myndbönd og svona, þú veist, ég kem með einhverja hugmynd inn og það er svona, kem með eitthvað Smá og hún kveikju bara. tekur, já, einhverja kveikjur og sem að Sólbjört svo tekur lengra og og gefur þá eitthvað tilbaka sem að Já. ég svo fer aftur í, þú veist, þetta er svona unnið svona saman. Ég kem ekki inn í okkar samvinnu og kenni henni einhver spor eða kemur svona fyrirfram ákveðið 5, 6, 7, 8 Nei, dans einmitt. sem Nei, er, þú veist, þetta er bara svona önnur aðferð við að búa til hreyfingar eins og Já, og svona, þannig vinn ég eiginlega alltaf, bæði sem danshöfundur og dansar hjá öðrum, að það, þú veist, það er svo mikið skapað af henni, ekki bara mér. Nei. Og þar leiðandi náttúrulega kemur Sólbjört í Hatara líka inn í þennan dans, af því það er eitthvað sem þú berð með þér eins og þú varst að segja, bara Já. áfram í öllum þínum verkum, að maður fer aldrei alveg frá því sem maður er með í farteskinu, þegar maður er að skapa líka bara eitthvað þetta sko að Elísabet var svona skrýtna eðlið í verkinu og Já. maður sá það alveg Já. að það var hann eitthvað afl sem að var frábrugðið öllum hinum og ef ég bara berða saman við, þú veist, Hatara dansinn, Já. að þá er þetta kannski ekki svona hefðbundin svona tónlistar backup dancers Nei. hreyfingar Einmitt. og svona, ég held ég hafi náð að svona spegla það einhvern veginn saman, þú veist. Já, einmitt. Já. Ég kannski er ekki búin að hugsa mikið sko meðvita það, en því ég hugsa tilbaka þá Já, nei, fyrir alveg að segja bara það. 100% sko hafði það mikil áhrif. Já, Já. einmitt. Góð spurning, Hafsteinn Snær. að þú veist, þessi Elísabet yngri var svona, hún var ekki hrædd við að, Hún er rebellin já, í hún er rebel og, sýningunni. Einmitt. já, já, En mér finnst það líka áhugavert sko að þú veist, að hugsa til þess að hreyfing eða líkamsbeiting geti ögrað einhverjum viðteknum gildum. Þú veist, eins og bara þú veist, eins og þú segir að skilur eins og í Hatara, þú veist, það eru svona, þú veist, það er kannski til einhver ákveðin svona standard, eða ég segi ekki standard, en svona, þú veist, það þekkir allir svona cirka bát hvernig svona backup dansarar í popvídeóum eru, þú veist, þetta er svolítið svona þekkt stærð, sko. já, Þú veist, og að brjótast einhvern veginn út úr því, þú veist, getur oft verið pínu svona, ögrandi, sko. já, Og þú veist, er það eitthvað sem að, þú veist, er það eitthvað sem að, þú veist, eins og þú Vala og þið, þú veist, höfðu í huga eins og með bæði tjáninguna á Elísabetu og bara svona hreyfimynsturinn í sýningunni, að þú veist, skapa hreyfingar sem voru eitthvað sérstaklega ögrandi eða óvenjulegar. Sko, Elísabet yngri Í átti sýningunni. vissulega að vera, og við vorum Já. að vinna með svona þetta ögrandi element, þar sem hún er mjög svona sterk og vill ögra og ögrar Ríkarði, þú veist, er að reyna að fá hann til að, hún er að reyna að fokka aðeins í honum, ef að afsakið orðbragðið. Já. En þannig að við vorum alveg að fara inn á þessar slóðir. Já. Og það er líka gaman að vinna með þessar andstæður, svona samtímadans sem getur verið, eða það er engar andstæður, ég veit ekki hvað ég er að segja, en þú veist bara þennan popkúltúr sem er einmitt eins og að segja mjög svona rammaður inn og svona já, og svona, já, öðruvísi kannski heldur en við venjumst á þessu sviði þegar við erum að vinna með bara samtímadansi. Samtímadans. Einmitt. sem að getur náttúrulega verið alls konar, bara eins Já. og tónlist er alls konar, þú veist, dans er ekki eitthvað eitt Já, og þannig erum við að taka saman svona ólíkar tegundir af dansi. Einmitt. já, við vorum bæði með svona klassískar, svona kvenlegar hreyfingar, svona Já, sem er svona einmitt. konan sem að er, Undir, já, undirgefin og bæði svona ósnertanleg en samt svo svona einhvern veginn, eins og í kirkjusenunni, já, þar sem að þú ert svona einhvern veginn nunna, Já. líka svona ballerína, Ballerínu nunna. eitthvað eins og Já. kannski mögulega einhver vill að þú sést, eða Já, þú veist, þetta akkurat. með Einmitt. svona
Þannig að voru svona andstæður í Konan hreyfingunni. án raddar, eitthvað Já. svona, þú veist, þú ert að, Þið voru líka oft, fannst mér að svona rótera svona þekktum minnum og óþekktum. einmitt. Já. Eins og bara allt í einu kemur einhver ballerína en svo, þú veist, svo allt í einu hoppar hún yfir í bara eitthvað allt annað Já, og svona já, já. aggressíft hreyfimynstur sem á Og sig svona kannski ekki beinlínis. dýr á gólfinu sem Já, er eitthvað einmitt. með óhljóð og, Já, já. það fannst mér til dæmis mjög áhugavert og að þú veist líka bara að skapa þann kontrapunkt, sko. Já. En þegar eins og þið farið að, þú veist, skilurðu, þegar að þú veist, þú kemur inn sem dansari og þú sem danshöfundur í bara einhvern veginn Ríkharð III sem það svakalega bákn sem það er, hvar byrja maður? Þú veist, hvar byrja maður á, að því að þú veist, það er ekki eins og þú getur lesið handritið og er bara eitthvað, já, hér er dansatriðið, einmitt, þú veist, að því þetta er algjörlega nýtt element inn í þessari sýningu. Já, Og þessu það er líka leikriti. kannski af því það er búið að setja þetta verk upp ansi oft og ansi víða og hér erum við á Íslandi að setja þetta verk upp aftur Já, já, og þá er náttúrulega gaman að leita leiða að finna einhverja okkar leið til að gera það og, Líka bara, þeim, já. og þegar maður byrjar á einhverju svona þá bara byrjar maður bara eins og allir að skoða hluti og hvað merkir, hvað gerir dansinn í þessu verki einmitt þegar maður skoða það hvað er hægt að styðja við verkið með þessu elementi og jú, einmitt að fara einhverjar abstrakt leiðir að verkinu sem að við gerum vissulega í hreyfingu og allt þetta sem við erum búin að tala um með að líkamna hlutina, tilfinningar og aksjónir og maður fyrir að skoða myndir og skoða vídeo og skoða, þú veist, bara allt mögulegt og svo fyrir þetta samtala staðins og milli okkar. Já, ég man bara rosa sterkt eftir því þegar við vorum að byrja og við vorum búin að lesa handritið nokkur sinnum saman og svo bara svona hugsa, bara já, þarna er komið svona bara leikgerðin og textahandrit sem er bara tilbúið og þetta er bara svona rosa fast skorðað, klassískt Shakespeare-verk sem hefur verið sett upp ótal mörg sinnum að nú þurfum við saman að finna mitt handrit, einhvern veginn, mitt svona Já, danshandrit í gegnum þetta ferli. Bæði að finna handritið og finna hvernig tilfinningin kemur inn í hreyfingarnar og út einhvern veginn. já. Það er líka í okkar starfi, svona dansara og danshöfundar, þá er maður aldrei með eitthvað svona fyrirfram gefið handrit áður maður byrjar og er þar að leiðandi að búa það til á æfingaferlinu. Já. Og það verður bara ekki tilbúið fyrir en bara oftast á frumsýningadegi og jafnvel eftir frumsýningu þá er maður ennþá Já. eins og náttúrulega líka leikar að gera, að maður er ennþá að finna og hlaða. Já, En þannig að það er líka svo, þú veist ekkert alveg hvert þú ert að fara og þú eru bara hendar út í djúpulaugina. Þú veist, bara byrja fyrsta eins og segir, Já. bara út með eitthvað handrit og hvað segir það mér? Já, Og svo fyrir maður bara að leita og leika sér og búa eitthvað til og fara í eitthvað ferðalag sem að endar í frumsýningu. Maður veit bara að það er frumsýning hana og hvernig og hvar við lendum, við vitum það ekki fyrir en bara þegar það er komið. fyrir við lendum. Og það er svo skemmtilegt. Það er svo ógeðslega gaman Já. og það er svo gaman að vinna líka með svona gefandi dönsurum eins og þér og leikurum. Það var svo geggjað að líka vinna með þér Hjörtur í þessu ferli af því þú ert svona leikari sem bara hendir þér út í djúpulaugina, bara full force og efast aldrei og ert bara að leita og hafa gaman og það er það sem að listin á einhvern veginn að vera. Við eigum ekki að vita hvert við erum að, þú veist, ef við erum komin í eitthvað safe zone, þá erum við í vandræðum. Við eigum að fara út fyrir safe zone-ið og kafa eftir einhverju nýju og spennandi og vera alltaf að spyrja þessar spurninga, bara það sem að listamaðurinn á að gera og já. en það var einmitt alveg challenge eða áskorun að, þú veist, eins og Elísabet var ekki með rosalega mikinn texta, bara lítinn texta í þessu verki, en að finna, þú veist, að fara í gegnum handritið og finna bara eitthvað svona, hvað er hún að gera þarna, þú veist, er hún að verða vitni að þessu eða er hún bara, þú veist, hvað er hún eiginlega að pæla þarna, þú veist? Ég var nú að pæla í því líka og ég var að leika, var með fullt af texta, sko. Ég þurfti samt alveg, hvað er ég að gera? Hvað er ég að gera? Ég er kannski með hérna. Það er líka partur af þessu ferli að maður er bara eitthvað,
nú er ég í algjöru rugli, hvað er ég að gera? Og svo næsta dag þá bara, já, einmitt, þetta er ástæðan. Þá svona fer maður aftur á lappirnar. Maður endar oft í einhverjum ógöngum eða fer að efast sig og allt þetta sem er bara partur af skapandi ferli. Þá er maður réttilega. En maður er alltaf bara með þetta. Svo kannski líka gaman að koma inn á það að þegar við komum síðan inn á stórsvið að byrja að æfa á sviðinu, að leikmyndin var svo lifandi líka. Já, einmitt. Og skapaði líka svona annað lag af hreyfingu. Einmitt. Með svona, já, bara fullt af svörtu konfetti og svo geggjað að leika sér með það. Já, einmitt. Og bara svona leikmynd, hún er náttúrulega algjör gjöf fyrir leikara og dansara og fólki sem er stendur á sviðinu að geta gefið manni svo mikið. Þetta var eins og leikgarður fyrsti dagurinn. Einmitt. Já, það er alltaf fyndin stund þegar leikhópur kemur fyrst inn á svið í leikmynd, sko, þá verða allir eins og bara einhvern veginn beljur á vorin, sko. Bara í leikskóla. Bara einhverja leikskóla að leika sér. Ég get gert þetta. Og leikmyndahönnurinn þarf að vera á kantinum bara krakkar, ekki fara á klífra upp. Og þannig að, en ég held að sko að það hafi verið rosalega mikilvægt að hafa ykkur með og ykkar sko input inn í þetta ferli af því að eins og þú veist að tala Vala að þú veist að dansarinn er kannski ennfremur en leikarinn vanur og þrífst í óvissun af því að þú veist leikarinn þó hefur oftast yfirleitt handrit skilur að hann er með einhverja forskrift að sem hann er að fara að gera og sem dansarinn hefur í rauninni ekki og þar af leiðandi fer samt að stað skilur og býr samt til sína list og ég held að það sé sko rosalega sko dýrmætt fyrir bara leikara og bara alla listamenn að svona læra að elska óvissuna af því að það er bara af því að þá ertu einhvern veginn þú veist, þá ferð inn í eitthvað ókannað land. Þetta helst lífrænt. Já, og þá líka ertu kannski að fara að gera eitthvað sem kemur þér og kemur áhorfendum á óvart og þú Og það er líka gaman að þetta sameinist. Þetta svona, þess vegna er líka gaman að vera að vinna með eitthvað svona klassískt og með þetta klassíska, þennan texta, þennan rosalega texta og svo óvissuna og djúplaugina og þú veist hvernig fléttast þetta saman, bara eins og þú veist þessi sýning og svo líka Njála sem við vorum að vinna saman í, þú veist bara eitthvað, það fer eitthvað að stað, það er einhver rosaleg saga þarna en svo er hægt að nálgast hana og þú veist, einhvern splunkun í hann hátt og bulla í henni og þú veist, en einhvern veginn komin til skila af því það þekki allir þessar sögur. Já, ég vil nú einmitt meina talandum um Njálu sko sem var 2015, er það svo langt síðan? Já, er það ekki? Er ekki, já, 2015 að það var í rauninni dansing fannst mér sko af því að þú veist, þar kom dansflokkurinn inn bara með fullt af dansurum og bara virkilega einhvern veginn sýndu okkur styrðu lúða leikarunum bara hvernig á að gera gott leikhús sko. Þannig að það var rosalega sterk leksía sem ég varst komið í gegnum það sko. Og skemmtilegt hversu kröftugt það getur bara verið að fara inn í óvissuna, að prófa eitthvað nýtt tungumál, þú veist, að setja einhverja aðferði að nálgun á eitthvað efni við sem að kannski myndi ekki, þú veist, þú myndir ekki halda að það myndi passa saman en svo bara allt í einu, þú veist, svo allt í einu bara virkar það fáránlega vel sko. Þannig að já, ég bara... Kannski þekkir fólk svona meira þetta söngleikjaformið sem er meira svona sem fólk kannast við þegar þú ert með atriði og söngatriði, söng- og dansatriði, þú veist, þetta meira svona hefðbundna í popkúltúr og þú veist, sem fólk kannast við og veit hvernig á að svona túlka á, Heyrðu,
Hafsteinn Snæri með aðra spurningu hérna. Yes. Var ekki erfitt Okkar að reyna að staðsetja sig á sviðinu því að sviðsmyndin var svo mikið lifandi og á hreyfingu? Það var erfitt Já. þegar að hringsviði var í gangi, Já. þegar þið eigið dúett, þá Það var þetta Já. mjög fyndið Það var hérna, svona það var mjög eitt fyndið að því að óvissu það er atriði. atriði rétt fyrir hlé þar sem að sem sagt, sviðir snýst á fullu og leikhópurinn er allir í miðjunni að vera einhver Massi. svona borgarinnar mektarmenn og Sólbjörn. Tvöfaldast. Já, og þeir eru með fullt af brúðum sem að til að tvöfalda fjöldan og eitthvað svona. Og þú ert að hlaupa þarna og ég er eitthvað að elta þig. Já, sko þið hérna og hertoginn af Buckingham. Og hertoginn af Buckingham með eitthvað þrumuræðu. Þrumuræðu, mjög mikilvæg ræða. Fullt í gangi. En á sama tíma kemur Elísabet og er eitthvað að fokka í Ríkarði. Svo sannlega. Og þetta er einmitt, þú veist, ef þið ætla að horfa á sunnudaginn Auðvitað horfa þau á. Hérna, já, á Ríkard, að þú veist, þessi sena, hún var aldrei eins. Nei. Við vorum hana, þú ert með textan Já. og bara þitt hérna líkamlega tungumál og hvað var ég að segja? þú ert með einhver element Já, sem ég er þú með ert einhver að element vinna sem út frá. ég er að fara að taka, en svo vissum við aldrei einhvern veginn hvernig Nei, en það var líka bara, Það var svo geggjað. það var ótrúlega skemmtilegt og það talandi að vera, hvort þessi erfitt að staðsetja sig, sko, að þarna komu saman rosalega mörg svona element, maður er svona að halda á svona rosa mörgum boltum í gangi í einu og ég sko oft týndi þér bara í alvörunni. Þú veist, ég var oft að því ég er að elta þig og svo allt í einu, þú veist, ertu komin fyrir og allt í einu sný ég ekki alveg eins og ég hélt. En Já. það var samt sem maður partur af, þú veist, og maður svolítið leyfði sér að gera það því að svona yfirleitt Já. svona lærir maður að rata svona hreyfingarnar á sviðinu og sviðsmyndinni bara eins og texta og koreografíu og þá villistu ekki. En þarna mátti maður svolítið villast. Já, Af því að þú veist, af því að Elísabet kemur hérna og rugglar Ríkard svolítið í rýminu, slæðir svolítið út á læginu. Svo varstu með kóngulóna þína. Svo var kónguló stóllinn minn góði, Stóllinn sem alveg rétt. var mjög gaman að henda til og frá og Alveg rétt, já. vafðist oft fyrir Þetta var til okkur. dæmis mjög skemmtilega sena að búa til. Þannig að í einhverju Já. spunarugli, vera að hendin einhverju drasli og þú þarna á fleygiferð með hennar stól og Og svo náttúrulega hvernig þetta var. Og Það var flygill, flygill. það var flygill. sem reyndar er hérna þú hendur út. Ég hendi út, já, ég hendi. Já. Einmitt. Nei, En það er svona eins og sko í okkar vinnu, eins og með þessa senu, við svona setjum einhverja svona vörður. Já. Já, þú kemur þarna og tekur svona, krossar alveg sviðið, svo finnur Ríkard einhvers staðar þarna. Þú veist, þetta er svona, það er ekki svona niðurnjörfað í einhverjum talningum hvað þú ert að gera, en Nei. þú veist, við erum með svona, og þú ert að vinna með ákveði líkams tungumál þarna. Þetta er svona einhver spuni innan spuni ramma, innan einhvers ramma. handritsdansramma. Einmitt. Og svona, já, heyri, það var gaman, svo bara einhvern tímann kom ég á sýningu, það var mjög gaman að þú fórst bak við hópinn og varst að dvelja þar og faldir þig og kemur svo aftur, eða þú veist, bara eftir að hafa komið Já. einhver sýningu manni að við vorum svona bæta aðeins í, bara já, prófaði það aftur. Já. Já. Eitthvað svona, þannig að hlutverkið og kóreografían er alltaf að vaksa auðvitað eins og með leikinn þinn og allt einhvern veginn, Já. þú veist, það er alltaf á frumsýningardegi er þetta svona tilbúið, Já, en já. svo náttúrulega heldur maður áfram að hérna hnoða leirinn og Já, þetta er list augnabliksins. Maður þarf bara að gera það sem gerist í augnablikinu, sko. og svo gaman í óvissunni. Já. Maður verður að elska óvissuna, sko. Já. Herru, ég held að við þurfum að fara að slá botnin í þetta að sinni. Þannig að ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ógeðslega gaman að spjalla við ykkur. Sem er leiðis. Og bara, ég vona bara hérna að endilega komið og kíkja á hérna Ríkard III sem verður sýndur á streymi Borgarleikhússins á sunnudaginn kl. 8 og farið vel með ykkur. Já. Takk. Bless.